þú ert að fara að vera með eitthvað námskeið núna bara fljótlega. Já. Hvað getur sagt mér það? Já, sko ég er búin að ganga með þetta í maganum alveg í svolítið tíma. Að aðeins að útvíkka sko svona deilfræðin og bæta inn í það bara svona alls konar annað sem ég hef lært sko. Og þannig að þú veist, þetta verður bara einn dagur, einn sunnudagur í 17. janúar sem er svona upp af árs og það eru margir einhvern veginn svolítið svona, þú veist, við erum pínu svona upptekinn af því svona í byrjun ás að setja okkur markmið og eitthvað svo leið, sko. Og það er bara gott, þú veist, það er bara gott að nýta svona orkuna sem að maður fær úr svona tímamótum til þess að velta fyrir sér, sko, hvað tekur við núna? Og þannig að þetta verður þess aftur námskeið, þetta verður svona markmiða námskeið. Það sem við ætlum að gera öðruvísu og er ekki gert á venjulegum deilkarninganámskeiðum er að við ætlum að tengja inn í þetta bara svona smá styrkleika vinnu, þannig að við erum að vinna bara út frá sko hverjir eru styrkleikarnir sem við búum yfir og hvernig nýtast þeir til þess að setja sér markmið. Þannig að stundum er maður einhvern veginn að setja sér markmið einhverju sem að manni skortir. Já. Og það er oft bara ekkert endilega vænlegt til árangur sko. Nei. Heldur frekar að horfa á sko hvað er það sem að við búum yfir og hvernig getum við nýtt þá áfram. Já. Og kannski eru styrkleikar sem að við erum kannski bara að keyra á allt og mikið. Já. Og það er að hvíla þá. Já. Og finna, ég bý líka yfir styrkleikum einhvers staðar annars þar get ég nýtt á til þess að ná markmiðum mínum. Þannig að nálgunin á markmiðasetningunni er aðeins önnur heldur en gengur að gerist á okkar námskeiðum. Svo er það sem við ætlum að gera líka er að við ætlum að blanda inn í þetta svona sko smá jóga og hugleiðslu. Já. Þannig að við munum byrja daginn á því að þú veist, taka bara létta flæði og svona bara aðeins að finna fyrir líkamannum og svona aðeins að svona, þú veist, finna þann frið sem að það fylgjum, þú veist, og þeir sem að hafa stunda svoleiðis einhver tíma, þeir vita það bara stundum þarf maður bara að setjast niður og tjekka inn bara, hvernig líður mér, hvað er líkaminn að segja mér. Við erum svo oft einhvern veginn í hausnum á okkur og hraðanum og ná árangri og þetta allt saman. Þannig að þú veist þannig við munum byrja á því og fara síðan inn í markmiðavinnuna og enda síðan bara á jóga nýtra og svona slökun og fara svolítið svona senuð inn í restin af deginum og helginni og bara inn í árið sko. Já. Og þetta er bara svona einstaks námskeið. Já, þetta er bara svona einn dagur, þú veist, frá klukkan, ég held að við séum að tala 10 á mótni, þannig maður getur svona, þú veist, maður er ekkert að vakna upp við fyrsta hanagal og til 3. Þannig að þetta er bara svona einn mildur sunnudagur. Já, og fyrir hverja heldur þetta sé svona, myndi þetta vera? Já, mér yfirgnæfandi líkur á því að það verði fleiri konur heldur en kallar þarna, þá kalla sér kannski alveg velkomnir og ég held líka að það sé bara fyrir þá sem að, þú veist, langar að tvinna þetta tvennt saman, þessa árangursdrifni sem að, þú veist, hjálpar okkur í að ná árangri bara og ná markmiðunum okkar og sama tíma svona að róa eins taugakerfið og bara og sína sjálfur sér mildi.